Það góður sigur hérna hjá Reynismönnum í kvöld. Hvað hefur að segja fyrst eftir leik? Bara frábær leikur okkar hálfu og við erum að spila við lið sem í efri hlutunum. Og það hefur verið svolítið brekka hjá okkur, en ég meina þegar liðið spila svona þá getum við unnið öll liðið í deildinni Spiluðu mjög vel í kvöld og virkuðu nokkuð solid bara og hérna samt skilst mér að sé svona meiðsli í gangi í liðinu þannig að það maður spyr sig okkur hefur þetta gengið svona illa fram að þessu? Já, það bara þetta kemistri sem vantar oft í kannski liðinu og sérstaklega þegar við erum búin að tapa svona mörgum leikjum í röð þá verður stundum erfitt að gera hluti sem eru einfaldir en ég meina í kvöld við vorum alveg sem einn maður og hrósa á strákana í vörninni. Það var það sem við vorum búin að vera að vinna í nokkra vikur núna og þeir stóðu vaktina mjög vel og auðvitað fengum við 1 mark á okkur en þegar við vinnum 3-1 skiptir ekki máli. Komist nú yfir snemmi í leiknum og þið hefðu jafnvel átt að bæta við áður en að þeir jafna svo á bara versta tíma. Já, alveg klárlega og ég held að það hafi verið á 47. mínútu eða eitthvað. En ég meina, við komum tilbaka, við komum út í hálfleik og vorum bara nokkuð brattir og ef við að segja sigurvissir. Segjum það, en eins og þú segir, vörnin var góð og ég verð nú að hrósa Jakob í markinu sérstaklega. Hann virkaði mjög öruggur og varði eiginlega allt sem að koma markið í kvöld. Já, og ég sagði það líka við hann eftir leikinn inn í klefa að það var hans besti frammistaða núna í þessu tímabili. Hann frábær markmaður en stundum þarf vörnin og markmaðurinn að vinna saman með miðjumönnum líka og ég meina Kuba hann átti þennan leik. Hann átti leikinn og átti teginn og bara mjög öruggur. En maður velti fyrir sér svona því að þetta hefur nú verið eins og þú segir, svolítið brekka. Og það hefur náttúrulega gengið á ýmsu hérna í sveitarfélaginu. Hefur þessi umræða á öllum staðsniðum, gervigrasvallar og svona, hefur hún eitthvað verið að trufla leikmenn? Það eitthvað að smita sér inn í hópinn? Nei, ég held ekki. Ég held að pólitík sé ekki mikið í þessum hóp. En það er ekki frábært að fá einhverja niðurstöðu bara, varðandi framhaldið og hvernig við höfum að æfa á veturnar og meira Og ég segi bara pass, ég held ekki og á þess að vita nákvæmlega. Ég held að hafi ekki þannig áhrif á hópinn. En þið eru þó ekki sloppnir ennþá og það er nóg eftir á mótinu. Ef ekki að segja að þetta sé bara byrjunin á leiðinu upp? Þetta er byrjunin og við vorum alltaf að leitast eftir svona sigurleik og sérstaklega líka bara á heimavelli og fyrir framan okkar áhorfendur sem skilið að fá ennþá betri frammistöðu frá okkur og við sýndum það í kvöld að við getum unnið hvaða lið sem í þessari deild ef við spilum svona með ástríðu og að menn séu saman í það sem þeir eru að gera. Bara vonum það og ég bara segi gangi ykkur vel með áframhaldið. Takk fyrir það.